ef ég fengi eitt ráð til að gefa einhverjum random pókerspilar sem langar að verða betri, hvernig hann ætti að bæta sig, þá er þetta bara þessi gæi hérna, GTO Wizard, og bara kíkir á, það eru preflop ranges, bara kíkja á, skoða svona chartum, circa about hvaða hendur þú ættir að spila hverju sinni. Það ég segi circa about af því að það fer rosalega mikið eftir hvernig spilar þú ert að spila á móti hverju sinni, þannig að það er svolítið að vera svolítið sniður, vita hvenær maður á að styðjast við þetta, en ekki vera of bókstaflegur í þessum fræðum. Margar ástæður fyrir því af hverju maður á að gera of bókstaflegur, en við skulum ekki að fara yfir núna. Þetta er bókstaflega, þetta er bara, þú getur bara uppa gameið svona. Já, þú verður bara svona 20-30% betri ef þú gluggar aðeins í ranges. Það er ekki bara því að þá sérðu hvað þú átt að spila, þá sérðu actually hvað þeir, sérstaklega átt að spila mútið betri spilurum sem eru búin að stúdera ranges og svona, þá hefur betri hugmyndum hvernig þeir spila þegar þú átt að spila mótið þeim. Þannig að þú ert ekki bara sjálfur að verða betri, þú ert líka að læra á það sem andstæðingarnir eru að læra á. En svo veist okkur, tökum bara sem quick dæmi, þá erum við með komum með GTO Wizard. Það þarf ekki að borga neitt fyrir, þú veist, það er frítt, þú færð þú svona basics, ég veit ekki, man ekki nákvæmlega hvað maður fær út úr þessu fría drasli, en það er alltaf hægt að gera eitthvað hann inni frítt og klálega hægt að nýta sér það, og síðan er 10-20% afsláttur á þessum kóða sem ég skil eftir fyrir neðan, ef þú vilt nýta það, en þá gerum við þetta bara cirka bara svona, við erum komin í eitthvað study, any spot you want, núna er ég kannski bara, ég var í móti, ICM, og var 200 manna mót, og við vorum, komnir á final table, og ég var ekki alveg viss hvað ég ætlaði, þú veist, hvað hönd ég átti að opna under the gun, ég var 25 big blind average segjum bara þetta séð að ég var að leita að ég með 15 blindur út í G+1, þá sé ég þetta er GTO strategy með 15 blinda með að það stakkar eru svona og jæri. Já, það er þetta að kafa miklu dýpra, við höfum þetta bara stutt og simpul í dag og já, bara hlakka til að ég veit ekkert, nei, bara takk fyrir mig, ekki?